Eðvardsson bara að fara sem þriði markmaður á stórmóti núna með karlalandsliðinu. Hvað segir þið sko? Hættum við að hætta og hann á engan risa, hann á engan stórleik en hann ver á mjög mikilvægum augnablikum í þessum leik Hauka og Selfoss Haukar. Ég meina, hann að skora líka. Já, hann svona eftir, var ekki svona fyrstu 2 leikina sem við vorum eitthvað... Jó, hann var ískaldur. Ískaldur. Hann var að vera frábær alltaf eftir það. Við vorum að byrja að efast ákvörðunum hjá honum en hann búinn að vera algjörlega frábær. Og líka, þú veist, eins og þarna, hann ekkert að hendi einhvern 45% markið leik. Nei. Hann bara að verja dauðafæri og að bjarga Haukavörninni þegar hún klikkar. Því að hún var ekkert frábær í þessum leik og þá gott að vera með einn Aron Rapp sem að redda þér stundum og Sjáu hvað hann líka les bara leikmenn, hann ekkert að fara í einhverja x og sprikl, hann bara stendur kjurur og býður bara og svolítið svona sækja leikmenn út. Ég hef mitt velt þessu fyrir mér sko, ég meina við erum með Björgvin Pálu þetta og svo náttúrulega hann Viktor, númer 1 og 2. Aron Rapp, af hverju ekki, númer 3? Af því að ég einhvern veginn hefði á tilfinningunni að hann gæti átt stjörnuleik á svona sviði. Eða ég að fara frá mig sjálfum mér? Það alveg spurning svona hvenar. Ég get alveg bakkað upp að við varum konur í undanúrslit og markmaður meiðist. Hvernig var kallinn? En ef við erum bara einhvern veginn í undirbúningu fyrir mót þá... Kallinn 3. markmaður, þá viltu... Það ekki rýndi. Þá einhver limit á það hversu hár meðalaldur markmaður 2 og 3 með að vera. Þá held ég að verði hringt í einhvern annan.